Takk fyrir. Gott að sjá ykkur, gaman að vera með ykkur. Ég þakka fyrir tækifæri að fá að koma og miðla með ykkur því sem að Guð að eiga við mig með. Og Aðalbjörn, þakka þér fyrir. Þetta er kannski byrjunin á því sem að mig langar að koma inn á. Að Guð ekki hljóður. Guð ekki hljóður. Guð talar. Guð talar. Mér langar að byrja á nokkrum vitnisburðum. Hvað ætli séu? 30 ár síðan. Við bjöggum hérna í Keflavík. Laufey mín, hún fékk einhvern blett andlitið í kinnina undir auganu og það var svona sviði og kláði. Hún fór að kíkja á þetta í spegli og sagði, hvað þetta? Það talar heilagur andi til hennar og segir, þetta ristill, þú þarft að fara til læknis og fá eitthvað við þessu, annars getur þú orðið blind. Laufey fór til læknis. Læknirinn horfði á þetta og sagði, já, þetta ristill. Ég þarf að gefa þér við þessu, annars getur þú orðið blind. Svo, Guð talar. Næri tíma, kannski svona 5 ár, þá var svona eitthvað sem að var að angra Laufey og það var eitthvað innvortis sem að var að valdinni erfiðleik. Hún var að fara til læknis og læknirinn gaf henni bara alltaf lyf og aftur lyf og það gerðist ekki neitt, það breyttist ekki neitt. Og hún var orðin svolítið þreytt á þessu og vissi ekki hvað hún átti að gera. Fyrr en Guð talar og sagði, á morgun hefur þú samband við lækni og panta tíma. Og hún gerði það og læknirinn sem hún hafði verið hjá var einhvers staðar erlendis eða eitthvað, var frí, var ekki hægt að ná í hana, svo að henni voru gefin upp 2 nöfn á öðrum læknum, sérfræðingum. Og hún hafði samband við annan og kona sem að þar hinum endanum á símanum segja, já, heyrðu, því miður, það ekkert laust fyrir eftir einhverjar vikur. Það svo mikið að gera hjá honum. Æ, sagði við, ég verð þá sennilega bara að leita annað. Nú þetta eitthvað sem aðkallandi. Svo hún fer að útskýra fyrir stúlkunni og þá segir hún, býta þess. Hún fer úr símanum, kemur svo að vörmu spori og segir, getur þú komið eftir klukkutíma? Klukkutíma? Nú getur það ekki? Jú, ég bara svo hissa, ég bara með brá. Jú, ég get komið eftir klukkutíma. Hún kemur eftir klukkutíma, þetta lækningur, sérfræðingur upp í Kringlu og hún kemur þangað og þá svo mikið að gera sagt við hana, heyrðu, viltu ekki bara fara niður í Kringlu, bara labba og skoða búðir og koma svo aftur eftir klukkutíma. Hún gerir það. En hún hittir svo þennan lækni og hann sendir hana bara í aðgerð daginn eftir. Venjulega þarf að bíða einhverjar daga, einhverjar vikur, jafnvel stundum mánuði til að koma af stað. Ég tala ekki að fara í gegnum aðgerð. Hann sendir henni aðgerð og hvað kemur ljós? Krabbamein. En Guði sé lof, það var á því stigi að það var hægt að fjarlægja allt án þess á nokkra eftirkasta, á nokkra eftirstöðva. Hefði
hún haldi áfram bara að fara til þessa læknis og taka inn einhver lyf sem voru ekki að virka, þá væri laufin mín ekki hér í dag. Síðastlið haust, mánuði júlí, ágúst, þá var hún að hefja nám í háskóla í Bandaríkjunum, svona fjarnám, tölvu, en það þarf að byrja því að fara, sem sagt, í upphaf hverjar annar, þarf hún að mæta í háskólanum, borga, sem sagt, gjaldi fyrir önnina, kaupa bækur og hitta kennara og hefja, sem sagt, fyrstu kennslustundir, sem sagt, á staðnum. Og við fórum og þarna út og hún byrjaði strax mjög mikilli vinnu. Henni var sagt að hún gæti unnið með þessu, sem hún gerði. Hún var í 100% vinnu sem kennari og þetta átti að vera hlutanám, en hún náttúrulega er ekki ensku mælandi fluent, þannig að hún þurfti að fletta upp í orðabókum, en var fljót að ná hlutunum, en þetta var gífurleg vinna, 100% vinna í að kenna og 100% í að læra. Og þannig að það fóru öll kvöld, það fóru allar helgar, allur frítími fór í að læra og nokkur smá tími í að undirbúa kennslu. Og til þess að halda sig gangandi, að þá þarf maður svolítið orku. Þannig að henni þótti gott að stinga upp í sig einhverju sætu og einhverju góðu, sem að mér finnst stundum líka gott. Og síðan í nóvemberlok þá klárar hún og nær, sem sagt, prófið með glans. Og svo klárar hún kennsluna í skólanum og fer í jólafrí og Í byrjun janúar þá aftur farið út og við mætum þarna úti í sem sagt, fyrir hlutan í janúar. Hún borgar, sem sagt, gjaldi fyrir önnina í janúar til maí, kaupir bækur og síðan fyrsti dagurinn, ég keyri hana í skólan, þetta svona aðeins út úr borginni sem við vorum í, og svo var ákveðið ég myndi sækja hana kvöldið. Og hún þarna allan daginn og svo kem ég og sækja hana og þá segir hún, ég á ekki að taka þessa önn. Ég á ekki að fara í gegnum þessa önn. Ég get það ekki. Og allt er gott og vel. Hún þurfti að tala við yfirmann deildarinnar og sem hún gjörði og svona kveið því. En hún tók henni mjög vel og sagði, svona þetta bara stundum. Þú byrjar en svo þarftu að taka þér frí. Það bara eðlilegt. Og að taka sig frí þarna þýðir það að námið tefst 1 ár. Því að hún getur ekki komið inn í miðju tímabili. Hún verður að taka þá árs frí. Nú, milli jól og nýárs, þá talaði Guð til Laufeyjar og sagði, þú þarft að hætta í sætindum, skera allan sykur. Það var margir sem að freista sig að skera allt sælgæti, allan sykur, ekki ég. En heilórandi talaði og sagði, taktu út öll sætindi, allan sykur. Og hún byrjaði strax að taka út sykur og sætindi og hún fór smá saman að breyta mataræðinu. Í febrúar þá segir hún við mig, veistu það, ég fá svona tak hérna í síðuna hérna og svona eitthvað svona, það er svona eitthvað fyrirferð hérna. Nú, sagði ég, lifrin, hún hér, sagði ég. Já. Þú ert að fara til læknis og það kíkja á þetta.
Hún fór til læknis. Hann lét hann fara í gegnum skann og hún bað að tekið blóðprufu. Hann ætlaði nú ekki að vilja það en lét nú undan að lokum. Því mín getur verið svona ákveðin. Og út úr því kom að það sem sagt að hún með það sem kallaður fitulifur. Ég hafa aldrei heyrt það fyrr, fitulifur. Hún fór að googla þetta, náttúrulega sem allir gera, googlaði allt og var að leita hvað fitulifur, hvernig getur maður komið í veg fyrir það, hvernig á maður að bregðast við því. Og þá kemst hún að því að fitulifur, hún kemur ljós, hún finnst af tilviljun. Það ekki eitthvað sem að gerist og þú veist að það eitthvað sem kemur ljós af tilviljun. Ég trú ekki tilviljanir. Og læknirinn segir henni þetta og segja þú ert heldur há í kólesteróli, upp undir 8 og sykurinn svona innan eðlilega marka, segir hann. Hún bað að hann myndi senda sig til sérfræðings, til innkeyrsla sérfræðings. Hann ætlaði nú ekki að vilja það en lét nú undan, því að mín getur verið ákveðin. Og pantar tíma fyrir hana hjá innkeyrsla sérfræðingi. Svo liðu hann einhverju dagar og hún var að vonast þess að fá að heyra hvenær hún mætti koma og ekkert hringt, þannig hún fer að hringja og tekka á því. Þá henni sagt, heyrðu, þú færð ekki tíma hjá þessu sérfræðingi. Og það var nú svolítið mikið vonbrigði. Það var nú ekki til að slá á áhyggjur. En þá kemst hún að því að það til annar innkeyrsla sérfræðingur, hann staddur á Akranesi. Hún pantaði tíma þar og það var einhverjar vikur í að hún gæti komist þangað að. Síðan hringt og hún fær tíma fyrr vegna þess að einhver hafði dottið úr skattinu. Og þegar hún kemur þangað og þá sem sagt, hún búin að vera að vinna sjálf í sínum málum talsverð bara með því að hlusta á heilagan anda, hlusta á hvað sem sagt, lesa sér til það og hann segir, heyrðu, já, hann sér blóðpröfunar, já, heyrðu, já, sykur, hún segir, já, kólesteról svolítið hátt og sykurinn innan eðlilega marka, þá segir hann, þetta forstig á sykursýki 2 sem var með, sem að hinn læknirinn hafði ekki verið að segja henni. En hann ákveður að setja hann aftur í skann og taka aðra blóðpröfu. Þá kemur ljós að fitulifurinn var að hörfa. Hún var að hverfa. Og kólesteróli sem var tæp 8 var komið niður í rúma 4. Og sykurinn var að komast í eðlilegt horf. Það skipti máli að Guð talaði til hennar og sagði á morgun að þú átt að panta tíma. Þú þarft að panta tíma hjá lækni, sem hún gerði. Ég að segja þetta til þess að benda á að Guð ekki hljóður. Guð talar og Guð talar til okkar allra. Stundum þá lokum við eyrunum fyrir því. Við föttum ekki að það Guð sem að tala. Við hugsum, þetta ég sjálfur. Við hugsum, Guð tala ekki til mín. En Guð, eins og ég segir, hann ekki hljóður. Hann talar og honum annt hvern og einn. Ef að við skellum eyrunum á, lokum eyrunum á þegar Guð talar, þá hættum við að heyra þegar Guð talar. En það skiptir máli fyrir okkur að vera opin
fyrir anda Guðs, vera opinn þegar Guð talar. Jesús sagði, þetta var svona formúlin. Jesús sagði í Mattheus 5, þér eru salt jarðarinnar. Ef saltið dofnar, með hverju á þá að selta það? Það er þá til einskis nýtt við að kastað út og það fótum tróðið. Þegar að ég var á unglingsaldri þá vann ég stundum í saltfiski hjá pappa og þeim félögum og ég man eftir vori þar sem að saltið það var svona rauðmaur í saltinu. Það var svona rauð sleikja komin í saltið og það var að fara að hafa áhrif á fiskinn. Og við þurftum að rífa upp allan saltfiskinn, dusta vel á hann saltið og svo var hann vaskaður og síðan saltaður í nýjar stæður. Þessu salti var síðan hent. Það var ekkert gagnaði lengur. En saltið er eitthvað sem að Drottinn talar í annarri Mósebók, í öðrum kaflanum. Það segir, skal finna það. Ég er ekki á réttum stað. Það var ekki það var í 3. Mósebók. Já, 3. Mósebók. 13. vers. Allar matfórnir þínar skalt þú salti salta. Og þú skalt eigi láta vanta í matfórnir þínar salt þess sáttmála Guð þinn hefur við þig gjört. Með öllum fórnum þínum skalt þú salt frambera. Saltið, ef að ég er þannig, ég vil hafa mat svolítið kryddaðan. Ég vil hafa, finna bragð. Og salt var notað á þessum tíma, kannski meir en gert í dag, ég veit það ekki. En saltið, það bæði gefur bragð og það líka verndar. Kjöt sett í salt hérna áður fyrr þegar ekki menn höfðu ekki ískápa. Fiskur settur í salt til þess að varðveita, til að vernda og jafnframt gefa bragð. Jesús segir að við eigum að vera salt jarðarinnar. Það þýðir það að við eigum að hafa áhrif í kringum okkur. Fólk á að geta fundið á lífum okkar að við höfum áhrif. Kirkjan á að hafa áhrif. En kirkjan á Íslandi og ekki bara á Íslandi, heldur víðum heim, þannig í dag að hún eins og saltið sem að hefur mist seltu sína. Og það er búið að kasta saltinu út og það er fótum tróðið. Og þannig sjáum við að heimurinn vill tróða á fagnaðarerindinu. Það vill gera lítið úr fagnaðarerindinu, það vill ekki að fagnaðarerindin nái framgang, það hafi ekkert að segja lengur. En Guðs orð segir annað. Guðs orð segir að við eigum að vera salt og við eigum að vera ljós. Þér eru ljós heimsins, segir Jesús. Og það í sama kaflanum í Mattheus
5 og þetta í versi 14, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikel heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjá í góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Jesús sagði í Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Sá sem trúir á mig gengur ekki í myrkri heldur hefur ljós lífsins. Og það er það sem við þurfum að vera. Við þurfum að vera, fylgja Jesú til þess að hafa ljós lífsins í okkur. Þegar að ljós lífsins er í okkur, þá sér fólk Jesú í okkur. Við getum ekki verið salt, við getum ekki verið ljós nema að vera í Jesú. Nema hann sé uppspretta alls í líf okkar. Nema hann sé sá sem við leitum til, nema hann sé sá sem við hlustum á og við lesum orðið hans og fyllum okkur af því. Við erum í heimi sem er á hraðri niðurleið. Við erum í heimi þar sem ef við hlustum ekki bara á Ríkissjónvarpið eða Stöð 2, lesum ekki bara Fréttablaðið eða Morgan, heldur fylgjumst betur með en það, þá sjáum við að heimurinn sem við lifum í er á hraðri niðurleið. Og við sjáum það bæði siðferðislega og við sjáum það líka í náttúrunni. Fyrir örfáum dögum síðan að þá voru mörg eldgos til dæmis samtímis víða heiminn. Vitið þið hvað þau voru mörg? Getið ímyndað ykkur? Það voru 38 eldgos samtímis. Í hverri viku núna undanfarið hafa verið jarðskjálftar sem ekki er fjallað í íslenskum fjölmiðlum vegna þess að þetta er orðið svo algengt að það þykir ekki orðið fréttnæmt lengur. Jarðskjálftar yfir 6 á Richter, yfir 7 á Richter og yfir 8 á Richter. Það er þessu stærstu sem hafa kannski náð fjölmiðlum þegar þeir hafa lent einhvers staðar nálægt mannabyggðum og hafa orðið mannarskaðar og eyðileggingar hafa átt sér stað. Eða ef að þær hafa verið annar staðar þar sem engin byggð er, þá er lítið að fjalla. En það sem kallað er eldhringurinn, það er með frá allri Ameríku, alveg frá Suður-Ameríku upp með Norður-Ameríku, yfir til Alaska, undan ströndum Rússlands, Kína, gegnum Japan, Filippseyja, Indónesíu og Salomonseyjar út af ströndum Ástralíu. Þetta svæði er búið að vera mikillir hreyfingu undanfarið. Og margir og miklir jarðskjálftar hafa átt sér stað þar. Eins í Bandaríkjunum, sem ekki hafa verið þekktir fyrir mikla jarðskjálfta nema í Kaliforníu. Nú eru jarðskjálftar sem ekki höfðu fundist í Oklahoma, Texas og því svæði og austar sem ekki hafi verið þekkt fyrir mikla jarðhræringar. En þetta er einmitt það sem Drottinn sagði að myndi gerast á hinum síðustu dögum. Við lifum á tímum þar sem margt við erum að sjá atburðarásina verða hraðari og hraðari og hraðari. Við erum að sjá meira og meira af alls konar hlutum eiga sér stað í náttúrunni og líka í hinnu mannlega.
Pólitískur rétttrúnaður er nokkuð sem að þið hafi kannski heyrt talað um. Það er það að ef að þú hefur ekki ákveðna skoðun, að þá ertu öfgamaður og þá ertu rasisti. Og þú þarft að hafa ákveðna skoðun til þess að vera meðtekinn og fólk sé sátt við þig. Í Bandaríkjunum er það að gerast núna, til dæmis, að, og þar eru það stjórnvöld, Obama stjórnvöld sem eru að ýta því að fólki að í skólum, á íþróttasvæðum, að þar má fólk ákveða til dæmis hvar þú ferð í sturtu. Ef að karlmaður segir að nú finnst mér ég vera kona, ákveða að fara í sturtu með kvenfólki, að þá er það allt í lagi. Þá er það vegna þess að það má ekki aðdirðan vegna þess að þá ertu rasisti og þá ertu fanatíkus. Þetta er bara það sem er að gerast og þetta er það sem við eigum eftir að sjá hér. Sjáu þið til. Takk. Þess vegna, elskunar, er mikilvægt að við sem kirkja, að við séum salt, að við séum ljós, að þegar fólk lítur til okkar, að þá sjáu það Jesú. Vegna þess að Jesús er eina lausnin. Jesús er sá sem bjargar. Það talaði um það að myrkrið mun eflast. En á sama tíma og myrkrið verður myrkvara, að þá verður ljósið skærara og bjartara. Og ég stundum hugsa um það, mér er sárt til þess að sjá kirkjuna vera veika. Og þá á ég bæði við, sem sagt, að við erum veik í okkur sjálfum, við erum feimin, við þorum ekki að standa upp fyrir orðinu og vitna um Jesú. Og líka það að fólk sé sjúka einstaklinga. Fólk sem hefur alls konar kvilla sem það er að berjast við. En Jesús sagði að þegar hann sendi lærisveina sína út, að þeir munu gera hina sjúka heila. Leggja þá hendur og þeir verða heilbrigðir. Orð Guðs er sannleikur. Guð er ekki maður að hann ljúgi, eða sonur manns að hann sjái sig um hönd. Skyldi hann segja nokkuð og gera það ekki, tala nokkur og efna það eigi. Þetta getið að lesa um í 4. Mósebók 24. kaflanum. Að Guð, hann er ekki maður, hann er ekki eins og við. En þegar Guð talar, að þá stendur það. Þegar Guð segir eitthvað, þá er það til staðar. Þannig að við þurfum að taka Guðs orð, við þurfum að trúa því, við þurfum að treysta því, við þurfum að vita það að Guð stendur við sitt orð. Ég vil trúi því að Drottinn vill að við séum heilbrigð. Við þurfum stundum kannski líka að hlusta og spyrja Guð, Drottinn, af hverju er ég að glíma við þetta? Hvað á ég að gera? Hvað vilt þú? Hvað vilt þú, Drottinn? Ég trúi að Drottinn vilji tala. Hann vilji tala inn í þína kringumstæður, hverjar sem þar eru. Þú kannski að glíma við efnahagserfiðleika eða einhver sambandserfiðleika. Erfiðleikar í tengslu við annað fólk. Guð hefur alltaf svör. Við sjáum ekki alltaf svörin, en Guð hefur alltaf svör. Það sama hvernig útlitið er í okkar augum, Guð hefur alltaf svör. Og Drottinn vill mæta. Drottinn vill leysa.
Drottinn vill styrkja kirkju sína. Hann vill styrkja þig. Hann vill mæta þér. Hann vill uppörva þig. Hann vill leyfa þér að finna að þú skiptir máli. Hann vill leyfa þér að finna að þú ert ekki yfirgefin. Hann vill leyfa þér að finna að hann hefur ekki gleymt þér. Þú ert ekki gleymdur eða gleymd. Hugsa ykkur, til þess alla fóstureyðingar sem hafa orðið í heiminum eru orðnar margir tugir milljóna frá því að fóstureyðingarlöggjöfin var lögleidd. Í okkar landi yfir 40.000. Í Bandaríkjunum yfir 55 milljónir. Enginn þessara einstaklinga sem var til í móðurkviði og fékk ekki að lifa hefur Guð ekki gleymt. Guð hefur ekki gleymt neinum og gleymir engum. Augu hans sjá. Guð er ekki blindur. Guð er ekki heyrnarlaus. Guð þekkir hjörtun okkar. Þess vegna skiptir líka máli hvað við erum að horfa á. Það skiptir máli hvað við erum að hlusta á. Það skiptir máli hvað við erum að lesa. Vegna þess að það sem við horfum á, það sem við hlustum á, það sem við lesum, það hefur áhrif á hjörtu okkar. Það hefur áhrif á líf okkar. Þess vegna er það að Guð hefur gefið okkur sitt orð. Því að orð Guðs er lifandi og það er kröftugt. Og það er beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Það smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamót og mergjar. Og það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Orðið er lifandi. Og það er lækning, það er lausn, það er frelsi. Það sem við þurfum að gera, við þurfum að taka upp herklæði sem Páll talar um í Efesusbréfinu. Í 7. kaflanum takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið að lokum styrkist nú í Drottni og krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið getið staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði. Barátta okkar er ekki við annað fólk. Við þurfum að, þegar við sjáum andstæðing okkar koma gegn okkur, að þá þurfum við að sjá að það er ekki fólkið, það er andavaldi sem að bak við það er. Svo segja hann, takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Standið því girtir sannleikann lendaði þér. Sannleikurinn, hver er sannleikurinn? Jesús. Jesús er sannleikurinn. Við þurfum að vera klædd brynju réttlætisins. Og skóðar á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðskap friðarins. Við þurfum að vera fús til að segja öðrum frá. Svo kemur, takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slögt með öll hinn eldlögu skeytin silla. Þegar að hugsanir koma að okkur, þegar að óvinurinn reynir að skjóta okkur örvum sínum, þá höfum við trúna. Við berum skjöld trúarinnar fyrir okkur, vegna þess að við þurfum að vita á hvern við trúum. Við þurfum að vita það að Guð er megnugur, Guð er máttugur að grípa inn í. Guð hefur síðasta vald orðið. Takið við hjálmi hjálpræðisins. Og vitið, hvað gerir hjálmurinn? Hann varðveitir höfuðið. Og hvað er í höfðinu?
Það er heilin. Þar fara fram hugsanir. Þar fara fram niðurbrotin. Þar fara fram allar þess hugsanir sem eru til þess að brjóta okkur niður, til að ásaka sjálf okkur, ásaka aðra. Við þurfum að taka vald yfir þessum hugsunum. Vegna þess að ef við tökum ekki vald yfir þeim, þá mun djöfullinn sjá það. Það mun djöfullinn sjá það. Hann vil halda okkur niðri, hann vil þrykkja okkur niður og segja, þú hefur ekkert að segja. Þú ert vonlaus, þú ert ómögulegur. Hvað þykist þú alltaf að gera? En í Jesú höfum við vald. Í samfélaginu með hann eigum við sigurinn. Síðan það sverð andans. Það er ekki eftir því að í Opinberunarbókinni, þar við að tala Jesú og hvar sverðið? Stendur að hann haldi á sverðinu í höndum sér? Það segir að sverðið, tvíeggja sverð gengur út af munn hans. Hafið þið einhvern tímann séð mann berjast með sverðið í munnunum? Sverð andans Guðs orð. Það vopnið sem við höfum. Þess vegna þurfum að þekkja orðið. Vegna þess að það það sem við höfum gegn óvinunum. Óvinur notaði orðið á Jesú og Jesús svaraði með orðinu. Og hver vann sigur? Hver var það að yfirgefa? Hvern? Djöfullinn var að yfirgefa Jesú, vík burt Satan. Við höfum Drottinn. Við höfum orðið. Við höfum aðgang á okkar himneska föður. Hann sem hefur allt vald, alla mátt. Hann sem elskar okkur, hann sem annt okkur og hann hefur ekki gleymt neinum, hann hefur ekki gleymt þér. Hann hefur ekki yfirgefið þig. Þér finnst þú kannski vera ómögulegur, þér finnst þú kannski þú hafa brugðist, þér finnst þú ekki vera verðugur. Guð hefur ekki yfirgefið þig. Guð hefur ekki gleymt þér. Hann með þér, hann við hlið þér. Hann situr við hliðina á þér. Ja, þú situr í faðmi hans. Og það skiptir máli fyrir kirkjuna að rísa upp og skína fyrir Jesú á þeim dögum sem við lifum og þeim dögum sem framundan eru. Verum ljós, verum salt. Hlustum eftir því sem Drottinn vill við okkur tala. Leyfum honum að nota okkur. Á þriðjudaginn var ég að velta fyrir mér 7:00 kvöldi, ég stóð við eldhúsvaskinn og var að vaska upp. Á ég að fara á stund þarna upp í Lindakirkju. Ég hafði stundum farið þangað og hafði svona lofgjörastund og vera svona smá hugleiðing og svo vera að biðja fyrir þeim sem að vilja fyrirbæna á eftir. Og þar sem ég stend við eldhúsvaskinn og svona velta þessu fyrir mér, nenni nú alla. En það ætti ég að fara. Þá talaði heilagur andi og hann gaf mér 2 þekkingarorð. Og það dugði til þess að ég vissi hvað ég átti að gera. Ég fór og ég fekk að koma með þessi þekkingarorð í lok stundarinnar og það vildi svo til að bæði þekkingarorðin áttu við eina og sömu manneskjuna.
þegar Guð gefur orð, þá gefur hann til þess að mæta. Hann gefur það til þess að lækna. Hann gefur það til þess að styrkja, til að hugga, til að uppörva, vegna þess að hann elskar okkur. Hann elskar þig, hann elskar mig, hann er með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Ég fannst Drottinn sýna mér að hérna eru nokkrir sem að glíma við vefjagigt. Og ég var að hugsa, hvað er vefjagigt? Ég veit ekki hvað það er. Ég bara lofsið Guði, hann hefur gefið mér góða heilsu. En ég fór að hugsa, já, þetta eru mínar hugsanir. Ég er ekki að segja, ég hef ekki lesið þetta, ég er ekki læknir og ég er ekki að segja að Guð hafi sagt mér það, en einhvern veginn finnst mér vefjagigt koma af þrennum ástæðum. Fyrsta lagi vegna áfalla sem fólk verður fyrir, líkamlegra eða andlegra áfalla. Í öðru lagi vegna þess að viðkomandi er berst við svona hugsanir, svona niðurbrot. Það eru, hvað ég að segja, þetta var svo skýrt í hugsun á mér svona, já, það er svona niðurbrot, það eru hugsanir sem er að brjóta fólk niður og er búið að vera lengi að berjast við og fólki finnst að vera alveg ómögulegt. Að það er einn hluti af því. Halleluja. Og í þriðja lagi getur að vera mataræði. En ég trúi því að Guð vill tala til þín ef þetta á við þig og sýna þér hvað þú átt að gera. Við erum tilbúin að biðja með þér á eftir og Guð mun sjá restina. Og þú líka. Halleluja. Það er eitt lag sem var búið að hljóma í höfðun á mér. Ég vona að það er á ensku. Lag með Don Moen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord,
your healer. Niðurlagið í versi hérna í Exodus, annarri Mósebók, 15. kaflanum, versi 26. Það segir, ef þú hlýðir gaumgæfilega raustu drottins Guðs þíns og gjörir það sem rétt er fyrir honum, gefur gaum boðorðum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þann sjúkdóm á þig leggja sem ég lagði á Egypta. Því ég er drottinn græðari þinn. Ég er drottinn græðari þinn. I am the Lord your healer. Vorum að syngja. Ég er drottinn græðari þinn. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You sent my word and you healed my disease. You are the Lord my healer. You are the Lord. You are the Lord God that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord my healer. Hanna, mér finnst svo stórkostlegt. Mér fannst langaði til að segja ykkur frá því. Það kom í huga minn meðan Tommi var að tala að Guð, drottinn Guð er svo nákvæmur þegar maður les Mósebækur og allt þetta sem þeir áttu að borða og hvernig þeir áttu að bara dýrka hann. Þetta var alveg nákvæmt, liturinn og allt. Það var liturinn sem átti að vera í musturinu, þetta átti að vera þarna, ljósastikan hér, allra helgasta, þetta algjörlega svo nákvæmt. Og þegar ég að lesa þetta stundu þá segir ég, vá, þú ert rosalega nákvæm með drottinn. Og það er ég nefnilega sé það, við höfum mikið með það að segja ef að við hlustum á þessum, eins og Tommi sagði, þegar hann tók mig hérna fyrir, ég var nú kannski ekki agalega ánægð með það, hann var að segja mér þetta í gær og ég lagaði þetta aðeins til, svo hann færi nú ekki að segja á mikið. Og að því ég vil nú ekki opinbera fyrir hverjum sem hvað og allt þetta, svo ég vildi hafa þetta svolítið svona dannað. En málið að Guð, hann vill að við hlustum, og vitið það, þegar ég átti að taka mataræði í gegn, því að það er það sem ég átti að gera, þegar ég átti að taka út, ég fór bara í massíva, bara ég hlustaði á heilagan anda. Ég fór að Reykjalund að því ég átti að fara þangað og þessu, þetta lítur bara miklu betur út núna. Og þá sagði, hvað ertu búin að gera? Fékkstu ykkur ráðleggingu? Ég fékk bara ráðleggingu frá Guði, sko. Og fólki í vinnunni, ég bara hlustum, að því Guði nákvæmur. Af hverju sagði hann þeim að þeir áttu að láta ákveðna hluti vera? Af hverju áttu þeir að gera svona en ekki hinsinn? Af hverju áttu þeir ekki að taka þátt í tilbeðslu með guðum sem að voru þarna að bara andstæðir Guði? Af því að Guð vill að við séum heil. Hann vill að við séum heil. Og hann er svo nákvæmur einmitt með þetta að
við þurfum að hlusta og við þurfum að framkvæma, og alveg svo ég upplifði, þetta verður aldrei verið erfitt, að ég bara hlýddi Guði. Í hvers skipti, það verður ekki erfitt, ekki þannig, Guð, hann blessar þegar við erum hlýðin. Og öllum sviðum, við höfum þetta ekki að samþykja. Ég hefði getað samþykkt, já, nú fæ ég bara sykursýki 2. Nei, ég sagði nei. Ég ætla ekki að fá sykursýki 2. Þó að það sé ekki alvarlegur sjúkdómur, þá ætla ég ekki, ég ætla að reyna að gera, og ég bað Guð, hvernig á ég að gera þetta? Og hann hjálpaði mér og ég vona að það takist. Þetta allavega mjög mikill góðri átt, allt orðið læra, lofsi Guði, hann svo trúfastur. Við erum svo ofta að rembast við að gera þetta allt sjálf. Og ég trúi því að hann hafi fyrirætlun til heilla fyrir okkur, að við getum starfað, og verið heil meðan við erum í þessu lífi, til þess að vera vitnisburður fyrir hann. Trúið þið því? Amen. Takk Jesús. Einn vitnisburður að þegar Laufey kom upp, það var fyrir 2 mánuðum síðan, þá vorum við svolítið blönk. Og það var svolítið eftir að mánuðinum, það vantaði smá pening. Laufey hafði fengið stundum afmælisgjafir, peningagjafir og var að geyma það á ákveðnum stað og búin að gleyma. Hún hélt hún væri búin að nota það allt saman. Og segja, æ, drottinn, mér vantar 15.000 kall. Þannig að drottinn sagði, nú farðu það upp í skáp og á ákveðin stað. Hún fór, athugaði og vitið menn. Það var nótt til, ég vaknaði og var svona á ágjur og svo ég að segja, það vantar smá pening. Þá svo sagt við mig, farðu þarna á þennan stað, þar peningur. Og svo bara fór ég að sofa, vaknaði morgun eftir og mundi ekki eftir. Svo ég fram í eldhúsinu í morgumann, þá sagt, farðu og gáða þessu. Og ég fer, og það voru 25.000 kall. Drottinn nákvæmur. Halleluja. Og eins og ég sagði það, við erum tilbúin að biðja með þeim sem að vilja fá fyrirbæn og en að öðru leyti að þakka þér fyrir samveruna og over to you.